Góðan daginn og velkomin í þátt númer 63 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Nú í dag er 3. apríl 2019, miðvikudags morgun. Já, klukkan er rétt að verða 7, en það er hérna nóg að gera á bænum. Litli maðurinn er í pausun allan daginn og við erum að gera okkur klári að fara í frí. Og hérna, þannig ég ákvað bara að drífa í þessu núna fyrst að ég var vöknuð. Og hérna, þið bara láta ykkur hafa það þó að sé ennþá morgun rámröddin og ekki stýri í augum. Ég er búin að vera í sturtu þarna og ég kom með kaffi innan ótrúlega fallega bolla sem ég var að eignast. Og hérna, ætla að segja ykkur aðeins frá þessu dæmi á eftir. Nú ég býð bara alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Þó að eins og allir aðrir sem eru í þessu segja að töluna skipti ekki neinu, þá er alltaf gaman samt að sjá hópinn sinn stækka. Þannig bara takk fyrir það. Nú, ég ætla að fara yfir klár og verk í vinnslu, hvað er þetta í pokan og hvað er á döfinni, annað en þessar 6-7 verkefni sem ég talaði í síðustu viku. Þau eru bara tilbúin, ég er búin að vinda í þau, en ég er ekkert farin að gera neina prjónafyrstu pröfur eða neitt svoleiðis. Ég bara er í þessum dampi núna að klára gamla stöffið og ég ætla bara að leyfa því að vera á meðan það er. Ég meina það getur verið að horfa úr mér eftir korter sko þegar ég fer að tala um þetta allt. En hérna, já, fara yfir þessi verkefni sem ég ætla að vinna í núna næstu 2 vikurnar og svo aðeins töskurnar og vefsíðuna. Þannig að þetta er bara allt saman hefðbundið og ég fer örugglega víðan völlinn og allt það. En þá bara ekkert eftir neina að bíða, við bara vindum okkur í klárin. Ég kláraði 2 sem að annað nýlegt og hitt aðeins búið að hanga yfir mér, þannig að ég er mjög ánægð með að vera búið með 2 svona þokkalega stór verkefni núna. Þannig að í rauninni af þessum nýjustu verkefnum eru bara lítil verkefni eftir, eða sem sagt sokkar og húfur og vettlingar. Þannig að ég sit í fyrsta klárinu. Þetta er Felix eftir Amy Christoffers og í þetta notaði ég Permin Saragatni sem er nýbyrjað að selja niður í Gallerí Snotru og ég notaði 2 liti saman og það fóru rúmar 3 hespur af hvoru. Það eru 50 gram í hespunum og hún er 320 gram samtals og það eru 50 gram í hespunni. Þannig að það er bara vel sloppið að fara með 7 hespur af þessu gatni og það er mjög gott verð á því. Mér náttúrulega stingur ekki undan einu, þannig að þú veist, ég get alveg verið í svo að vera í síðrum að ból innandur en ekkert endilega veist allir aðrir eða margir aðrir geti það, en ég finn ekki örðu fyrir gatninu í gegnum síðarma ból. Og þetta eru 2 litir, það er litur 883606 og 883604. Það er bara ljósgrár og hæru svartur. Og ég breytti auðvitað aðeins uppskriftinni. Hún á að enda saman og jafnt stroffið og það átti að byrja aðeins fyrr stroffið en ég síkkaði hana pínlítið og hafði svona klofna klauf og síkkaði stroffið aftan. Mér finnst það svo þægilegt þegar það er fljótlega að sjá það neðan heldur en ofan þó að það séu styttari umferðir í bakinu. Hvernig á að snúa þegar maður er að fara í fötin í flýti eða í myrkri eða eitthvað. Og það sem heillaði mig við þessu uppskrift var þetta smáatriði laska úrtakan eða já, útaukningin í þessu tilfelli. Þannig að náttúrulega pínu uppskriftin gerir ráð fyrir því að þetta sé svona puffi hérna. En svo eru nokkuð örar
fækkun á lykkjónum og ermunum allavega í stærðin sem ég gerði. Ég gerði XL og það sem sagt gefið léttlópi minni mig álafaslópi í þetta. Þannig að ég þurfti að fara upp prjónastærð, upp fattstærð og af því að ég með fína gagn. En ég notaði í strófi 5 mm og 6 mm í aðal hlutin og þið sjáu að þetta ekkert, þú veist, mér finnst rosalega fallegt efni í henni. Það ekkert brjálæðislega gegnsætt. Þetta verður alveg nota mikið í ferðalögunum í sumar og ég gerði þarna litla barnapeysu daginn sem hafi horfð á þann þátt muni eftir því. Hún var prjón á nokkuð minni prjónastærð og var mjög þétt og fín, en samt svona létt áfram en það er svona, það liggur meira efnið af því að það er þynnra, þannig að það er ekki eins svona stíft eins og í hinni, en samt var það ekkert stíft þannig. Þannig ég er bara rosalega ánægð með þessa og búin að vera í henni í mátaðana og var svo bara í henni það sem eftir liði þess dags, fannst hún algjör stæði, og þá var ég bara í hlýraból innandir. En ég ætla að setja ykkur á pásu því það eru fataskipti. Jú, ég komin aftur. Það er næsta klár og það er Parachute eftir Stephen West. Ég hafði það loksins af. Það er alltaf svona pínu letjandi þegar maður er á lokasprettinum og flíkin, það eru endalausar aukningar, en þetta hafðist. Og ég notaði yndislega garnið frá systraböndum. Það er ég keypti þetta á handverkshátíðinni og þetta átti að vera sjúsúísurögg, en svo bara nennti ég ekki að gera það. Skiptum skoðun sem að má, en ákvað að koma þessu eins fljótt og ég gæti í annað verkefni. Og grái liturinn er skýjahula frá þeim og þetta er hvort tvekja 85% súpuvós merinoil, 15% nælon, 4 laga fingering weight. Það eru 400 metrar og 100 gramma höspu. Og íslenskt vor er hinn liturinn og hann er svona speklaður, eða frekknóttur. Og það fór alveg 2 höspur af vorinu og svo 1,5 af þessum gráa. Þannig að 350 gram cirka. Og þetta eru herleg heitin. Ótrúlega kósí. Vestið er náttúrulega frekar svona í rólegri kantinu með við mörg önnur sem maður hefur séð, því ég er bara með þessa 2 liti. En maður þessi hluti eins og sést er prjónaður í þessa átt og síðan er þessi bara hefðbundin hátt aftan á. Og þetta er náttúrulega bara vítt og hlýtt og geggjað og verður æðislegt í sumar undir, það verður bara í pennum hlýraból undir. Það verður alveg notað. Það er smá búbú hérna á einum stað sem er enn aðeins að ergja mig, eða hvað, sé ég það ekki lengur? Jú, ég hef eitthvað klikkað hérna þegar ég var að taka upp, en þetta var alltaf sést og þetta er svo vítt og stórt að ég verð bara að hætta að æsa mig yfir því. Þú veist, stundum verður maður bara, það var ekki séns að ég færi tilbaka að laga þetta. Og ég var búin að reyna að sleppa lykkju niður, en ég var bara komin of langt til þess að það hefði nokkuð tíman orðið fallegt, eða fallara en þú veist, þetta smottari sem er að. Þannig að ég er þetta er þessi sem var búin að hanga aðeins, þetta er verkefni sem var búin að hanga aðeins yfir mér. En Felix, hann var gerður á 19 dögum.
Þannig og bara ótrúlega einföld og flott uppskrift og alveg frábær í svona gróft garn, aran eða bölki. Og ég geti alveg hugsað mér að gera fleiri svona, en þá myndi ég líka ekki endilega hafa, þú veist, það er flott að hafa þessa með svona djúpu hérna upp og bara, ef maður er meira klæddur undir, ég setja fyrir mig svona á kvöldinu og morgnana í tjaldvagninum eða ég veið kofanum með eitthvað, þessi þægildast með sér í þessa og þá er maður oft í einhverju öðru hlýju undir og svona. En þetta var ábyggilega geggjað líka bara með móher og úr einhverju fingering og hafa þá kannski svona aðeins meira snið á erminni. Ég sé það alveg fyrir mér. Og mér finnst þessi laskar alveg ótrúlega fallegir. Þannig að það var það sem heillaði mig við þetta og ég hefði sjálfsagt, þessi peysa hefði alveg farið fram hjá mér ef hún Judith, vinkona mín í Kanada, hefði ekki verið að kaupa sér garn í hana og sýndi mér hana svo hvað hún væri að pæla og ég bara kolféll. Þannig að það sést klárin eru Parachute eftir Stephen West og Felix Pullover eftir Amy Christophers. Ég er alltaf að kíkja hérna í með rafverlið opið hérna við hliðina og bókina hérna með punktunum niðri og allt það. En já, ég á svolítið erfitt með að vera bara stöðugt starandi í hérna á sjálfa mig. Nú, verkin í vinnslu. Hérna er mér. Það er hérna Best Knits are the best knits poki og hann geymir húfu sem heitir Les Chess Moves hatt eftir Reina Cruz. Þetta er nafni hérna. Sérst þetta? Já, þið spyrir mig ef þetta hefur ekki sést og vil ég skoða þetta eitthvað frekar. Og það byrja að koma pínu mynd á það. Þetta er sem sagt hérna tvöfalt klukkubrjón eða brioche á ensku. Two color brioche og ég byrja sem sagt að gera smá í munstrinu og þessi fallegu prjónamerki eru eftir hana Rósu Tom heklara snilling og hérna vinkonu mína. Óbúslega sætt. Fékk mér þetta á Edinborgarhátíðinni á Íslandi á þar síðustu helgi. Já, það var ekki núna helginu, þetta síðustu. Og þetta er hérna Onion Organic Wool and Nettles og ég geri alveg ráð fyrir að þetta dugi í húfuna þessi 2 og þetta er sikkur grófleikinn. Það er sérst númer 6 og númer 4. Grái er grófari, hann er svona í áttina DK en hvíti er svona fingering og hvíti er bara númer 801 og grái 622. Og þetta bara, þegar ég gef mig tíma að setjast yfir þetta þá flýgur þetta bara áfram og það er alveg dásamlega mjúkt. Hlakka til að vera með þetta á höfðinu. Og svona finna hvernig bambusinn virkar. Ég hef aldrei prjónað úr ull og bambus saman að ég held. Allavega er það ekki í neinu af því sem að ég nota. Næsti Best Knits are the best knits poki eru sokkar sem að ég bara var að setja hérna skipta litin í og það sést alltaf því að hann blandast svo vel við ennþá tána. En þetta er nefnilega verið næsta, ég sýni ykkur svo hérna sokkar sem alveg búnir og þá taka þessi við sem svona bílaprjón
Og þetta hérna Mondim portugalska dásamlega fallega garnið sem til í litlu prjónabúðinni, þar sem verið sérst að hvað þetta? Þetta sérst, það verið að vinna ull úr svona hérna rollum í útrýmingarhættu í Portugal, minnum mig að sagan sé. Mondim is a non-superwash sock-weight yarn made from fine Portuguese wool. Þetta ekki superwash, þannig að þetta mjög hlýtt og gefið upp í svona fingering gróleika úr fínni portugalskri ull. Í lill prjónabúðinni, mæli svo 100% með. Og ég líka með blátt sett sem að ég held sér allir búin að fitja upp á. En það alveg nóg að vera með svona ekki ómarga í hérna gangi einu. Og þá það hérna sokkarnir sem eru bara alveg verða ready og það hérna Regia, Rainbow Colors, hérna 6 laga. Með 6 þráðum í. Litur 2766 og þeir semst verða eins þegar uppi staðið. Ég hef samt þurft að öðrum megin það eins og sé lengri litur í öðrum þræðinum, eða skiljið hvað ég við. Það verður svolítið frágangur eftir. Ég hef þurft að sjá eins og hérna. Ég þarf að ganga svo frá þessum endum að innanverðu af því það var orðin of mikill munur. Ég var að byrja seinna á þeim lit á þeim sokki heldurinn og kom, þú veist, tölvört áleiðis með hinn. Þannig ég þurfti að gera þetta 2 og 3 svar á öðru parinu til þess að halda þeim nokkurn veginn jöfnum. En hællinn komin í. Við fórum suður í jarðarför á mánudaginn og þá prjónaði ég í bílnum á leiðinni suður og leiðinni heim hérna frá helnum og upp. Og hérna ég ger bara fastlega ráð fyrir að þetta verði tilbúið helgina. Og þá taka hérna portugölsku sokkarnir við í bílapílum. Og þá fyrir ég að grípa í þessa bláu hérna inni til þess að undirbúa þá til þess að vera bílapílum. Síðan ég aðeins byrjuð á vettlingunum frá henni Guðlaugu, Jónshjartavettlingunum. Ég búin með stroffið og ég nei, hringi ekki vekirinn. Hún 7. Ég skal ég segja ykkur hérna að prófa að vera með svona ríkjandi litin alltaf fyrir framan þegar ég held á prjónum. Og í mínu tilfellu valdi ég að hafa karríkula litin sem ríkjandi, þá hann alltaf fyrir framan þennan gráa þegar ég að prjóna og þá verður svona jafnara útlitið á þeim og líka inn í lóanum. Það yfirleitt í þessum tegundum og munstruvellingum þá alltaf svona fínt munstur inn í lóanum. Og ef maður mikið að víxlar til dæmis þar inn í hálfri umferð, þá sést það. Ef að grái verður komin fyrir framan hjá mig þar, að þá kemur eitthvað svona, þú sér, og það sést svo rosalega vel á skjá, ef maður heldur vettlingunum upp. Og þá sést svo rosalega vel ef maður hefur gert eitthvað staðar í umferðinni þar sem að ríkjandi liturinn ekki fyrir framan. Þannig að ég ætla að þráast við og æfa mig með þetta og sjá munin. Ég veit ekki hvort ég á allavega ekki neina vettlinga hérna við hendina sem ég geti sýnt ykkur þar sem ég var ekkert að pæla í þessu. En ég skoði þetta daginn og ég eiginlega farin að hallast á að þetta skipti svolítið máli. Og líka eftir að hafa diskuterað þetta við prjónasystur mínar. Þannig ég ætla allavega að halda áfram þessari tilraun og sjá hvað setur. Býttu nú hér uppskrift sem að og
kannski segja eitthvað hvað, ég er að nota Navia Duo og prjónastær 225, grái er litur númer 22 og karrigulli 236 og þetta keypti eftir mér rúmfattalagarnum. Og nokkrar svona vettlingahespur og þetta er bara 100% æðisleg ull í svona gömlum fréttablaða poka sem ég gerði eftir tímann. Ég verð að lauma hérna uppskrift ofan í svo að sísti mér auglist ekki. Síðan eru hérna Peytons Croy sokkarnir, það er líka 2,25 gróleiki, 2,75 á Perfectia sokkunum, af því það er gróargat. Og þetta er svona, ég var að leggja þess aðeins frá mér af því það var svona, næsta rönd. Að þetta er ekki nema hvað 4-5 umferðir af hverjum lit og það er eitthvað svo hvetjandi að halda svoleiðis áfram. Og ég sá, hérna, liturinn er 55102. Ég sá hann Mína Philip er að nota þetta gatn í sokka á pappa sinn og hún prjónar yfir höfuð alla sokka á 225 en hún fór upp í 2,5 á þessum af því að henni finnst gatni vera pínu meira svona puffi en hefðbundið hefðbundið sokkagatn, en ég ákvað að vera í 225 af því að ég vil hafa þetta eins stíft og boðið upp á og líka því að sko þetta er sko merkt sem Superfine nr. 1. Þetta er 50 grömm. Jú, þetta er 350 metrar, þetta er svona pínu gróft fingering, en ég hefði allavega ekki viljað fara upp í 2,5 fyrir minn smekk, en hún er svo sem að gera þetta á pappa sinn en ekki sjálfa sig og hún er eins og ég með sína sokka, hún vill hafa þá mjög skotalda. Nú svo ég er að gera hana eitt leyniverkefni fyrir Stephen West og það er svona að fara að sjá fyrir endan því og af því að mér langar rosalega að klára það bara sem fyrst, en það er orðið svona, það er orðnar ansi margar lykkjur á prjónunum og þetta er mjög svona einfalt og svona, já, þægilegt, en ef ég er að horfa eða hlusta á eitthvað sem krefst ekki brjálæra athygli þá verður það pínu leiðigjarnt. Þannig að ég í gærkvöldi fitjaði upp á og ég er ekki að tala um þessi leiðigjarnt í þeim skilningi að þetta verkefni þegar það verður tilbúið og geggjað, en það er, maður er svona setur sjálfa sig undir pressu og ég náttúrulega er með líka deadline á því og þá þarf maður að hafa gulrót og ég ákvað að fitja upp í húfu úr afgöngunum úr slömbersjálinu mínu. Þetta er Madeleine, nei þetta er ekki Madeleine, þetta er Malabrigo Rios og þetta verður bara svona stroffhúfa, ég ætla að hafa hana bara alla í sléttubrugnu upp úr og ég er að setja inn lit nr. 2 með þessari Helical knitting aðferð, prjóna aðferð, þar sem að það sést bara þegar þú bætir við nýja litnum og svo sést það ekkert í umferðunum sem koma á milli því maður er alltaf að hliðra lykkjunum til og það er sérst tveir fyrstu litirnir eru byrjaðir og þessi peach er alveg búinn. Þá ger ég kannski 2-3 umferðir af næsta. Þá kemur þessi gæi og svo þessi. Ég er með afgang úr Weekender peysu, nei, ekki Weekender, Boxy.
eftir Hóhi Locatelli hérna lyfjapeysunum minni sem ég pantaði undir áhrifum. Þetta líka Ríó sem afgangur því ef að ég skildi þurfa meira en ég að vona að hitt dugi bara alveg. Fringe Supply með sætumerkjónum mínum. Patron sokkarnir Patron eru bara í tösku frá mér. Svona tilraun tösku. Og þá ég í rauninni búin með þau verkefni sem ég hefur verið að vinna í og nú ætla ég bara að sýna ykkur aðeins það sem ég ætla að vinna í næstu 2 vikurnar. Og þá, sérst frá á föstudaginn, þá ég ekkert að vinna meira í þessu sem ég hefur verið að sýna ykkur nema verkefninu fyrir Stephen. Það verður unni í því þang til það verður bara klárað. Nú, þetta fyrsta dúllan í þessum lit í teppinu From Grandma with Love eftir Melanie Berg. Og hérna, þetta finnsk ull, jurtalituð og keypt í samyrkjubúi í Svíþjóð. Oft búin að tala þetta. Það sem að datt meðal hans í pokan hjá mér var meiri flóra til þess að eiga utanum dúlurnar og svo til þess að setja teppi saman þegar það er tilbúið. Og ég tek bara með mér, að því þetta er bara fyrsta dúllan úr þessum 100 grömmum, þá tek ég bara með mér þennan lit. Ég ekkert að taka allt dótari með mér. Þannig að hérna, það er bara hérna og í svona lítilli pennri tösku. Og þetta er líka alveg fínasta bílaprjón áður en það kemur að munstrinu. Og ég ætla líka að skipta hérna, að setja Tiago prjóna á þetta af því að ég veit að þegar ég kem að blúndunni þá ég pirruð að hafa tréprjóna þarna. Það er að nota stál eða ál eða hvað sem þetta er allt þegar ég í svona blúnduprjóni. Svo er það þetta teppi. Fínt að draga þetta fram líka því það nú aðtókast sé ekki með örugglega nóg af bakgrunnslitnum. Jú, mér sýnist það allavega dugir þetta á mig ég er að nefra. Í þessu takja vegna frí. Ég verður svo sem í bókaskrifum líka þannig að það verður kannski ekkert, ef það gengur vel þá er ekkert víst að það er kannski mikið prjóna. En þetta, ef að mæla ganni hvað þetta er orðið langt, hérna veistu, ég með málband við. Með ganni sem ég á, þá er ég hálnuð. Þetta eru 73 cm svona bara liggjandi og afslappað. Þannig ef þetta verður 1,50 og svo pluss það sem að þvotturinn mun gera, þá er þetta bara fínasta teppi og ég held í mér þess að tvöföldu hérna. Og ég ætla að setja ækort utan það allt saman. Hérna er þessi gæi, ég ætla að færa hann snöggvast. Og þetta er sem sagt Bits and Bobs eftir K.F. Jones í Bakery Bears podcastinu. Og það er 95% af garninu í þessu er Fabel afgangar og það er litur 114 alltaf notaður á með, það er sérst tvöfalt garni í þessu. Og hann er alltaf með í því og þetta er prjónað á 4 mm Tiago tréprjóna. Það getur vel verið að þetta flytist líka yfir á Tiago stálprjóna af því að hérna, það er svo þungt teppi og það er snúran í þeim prjónum er svo stíf og góð og myndi halda betur fyrir mig hérna, efninu í þessu. Og þetta er svona massíft. Þriðja verkefni sem fer með er Feel Free peysan. Og hún er gerð úr alpaka boucle frá Drops. Og ég er loksins komin, það er svona vaffhalsmál. Og ég tók mér smá tíma að finna út hvernig þetta gera það. En það er komið hérna
Þannig að nú ég bara að gera það og styttist örugglega í að ég verði komin þar sem ég get fyrir að skilja á milli erma og búks. Ég eiginlega veit ekkert hvað ég stödd, það svolítið langt sem ég tók þetta upp, en mér langar rosalega að klára hana, hún verður örugglega geðveikt kósí og svona stór og mikil sem ég elska ef þið hafa ekki tekið því. Þannig að þessi fer með. Og ástæðan fyrir að ég er ekki búin með hana er bara að það reynir rosalega á hendurnar á mér að prjóna með þessu gatni. Ég er svolítið þreytt. Og þetta er gefið upp í jarðgrúpu C hjá Drops á 5 mm prjóna. Það eru 140 metrar í 50 grammunum. Og þetta er bara litur nummer 100. Þannig að vonandi fer þessi að stækka og þroskast og dafna og verða að einhverjum. Og svo er það 4. og síðasta sem fer með. Hún heitir Pink Onyx eftir Aiko Monier og er frí á Ravelry. Og ég er að nota Satin Cotton frá Scholler Stål, lit 102. Þetta er gard sem að Lína var með í gallerísnótru en er hægt og þetta er svona pínu litaskipt. Sést betur hérna á þessari. Og það pínlítið svona sama ströggl með þessa og feel free að það er pínu þreytandi að prjóna með þessu garni en við látum okkur hafa það. Þetta er líka kannski sitt prjóna. Ná þó, þeir eru nálega ágættir. Pínir addi prjónar. Og þetta er hérna með svona provisional kaston þannig að þegar peysa flíkinu búin þá reki upp gula og setja á prjónin og geri hálsmálið. Þetta sést hérna framan á. Svo er hún bara alveg slétt niður úr og þetta er laska, stuttarermar og þetta verður ekki, sko leið og ég hef búið með berustykkið. Ég held að það sem að mæði mest á höndunum á mér er að reyna að ná fallegu hérna út af stífleikunum í gatninu og ná þessu fallega. Þetta er pínlítið eins og prjóna með bómull. En þegar það verður búið þá á þetta eftir að skotganga held ég. Ég verð allavega að segja sjálfur mig það til þess að hvetja mig áfram. Þannig að það er spurning að hvort að ef að ég fæ ekki brjálagan áhuga aftur á peysunum þá verður þessi allavega pottrekin upp og gera það einhverju öðru. En hina verði að bara sýna þrautsig og klára. Að því ég menn alls ekki fara að reki upp Alpaca Boucle. Og nú ef að bókaskrifin ganga illa þá eru nóg að gera í prjónum og ef þau ganga brjálæðislega vel og ég verð bara búin fyrir náttúrulega þá get ég bara einbeitt mér af þessum verkefnum, hvern veginn sem er. Þannig að það verður bara gaman að sýna ykkur vonandi mikinn árangur. Bæði það ég geti sagt ykkur að bókinni sé lokið og að og ég hafi gert eitthvað að viti með gömlu verkefninu. En bara svona að því ég hef verið spurð hvaða bók ég er að skrifa. Ég er sem sagt að skrifa bók Ragnar Eilsson frænda minn sem að lést eftir mikla áverka sem hann hlaut í mótorhjólsleysi. Hann lifði með áverkana í 2,5 ár og sem var miklu lengur en okkur þorði að vona. Hann var sérst lamaður frá hálsi og fyrst á tali að hann myndi aldrei geta andað sjálfur eða neitt svoleiðis. En hann bara, hann var ótrúlegur. Hann sérst fekk svona, það var ákveðið að því að hann
andaði stundum með vélinni þegar hann var í öndunarvélinni náttúrulega allan tíman. Þangað til hann fer í svokallaða raförvun sem svona stuðtæki eiginlega sem grætt í þindina og þetta mikið notað hjá MND sjúklingum og það kom hérna bandarískur læknir til þess að gera þessa aðgerð á honum og það lukkaðist svona ótrúlega vel að það liði ekki nema einhverja vikur eða örfáa mánuðir þangað til að var slökkt á raförvuninni og hann andaði sjálfur án aðstofar til dauðadags. Og það var eitthvað sem að enginn trúði að gæti gerst með að hvar áverkin var staðsettur. Sýnir það að læknarnir okkar veit ekki allt þó að við höldum stundum að þeir viti allt. Og já, þannig að við sem sagt, málið að ég að gera þetta einfaldlega því ég varð svona óvart sjálfskipaður ritari fjölskyldunar á þessum tíma, setti inn mikið af fréttum fyrir hann og foreldra hans inn á Facebook síðuna, bara inn á Facebookið og hélt því öllu til haga. Við vorum með bók upp á sem fylgdi honum á meðan hann var fyrir sunnan, sem var svona dagbók, þar sem hann var skrifað alls konar punktar í, sem ég mun nota líka til hliðsjónar og allir statusar sem að mammans skrifaði hann sjálf á Facebook. Ég mun nota það líka og svo bara mína eigin upplifun af þessu öllu saman og þetta verður svona foreldrar hans fá svo að ráða hvað verður þessa bók, þau fá orginal eintakið með ljósmyndum sem ég er búin að láta prenta út, svona uppáhaldsmyndum af honum bæði fyrir slys og svo líka náttúrulega myndir eftir slys og og svona það verður mikið þetta mun svona að vera á eins jákvæðum nótum og hægt með við aðstæður en það verður líka ég er búin að ræða þetta við mömmu og það verður líka þarna inn í bókinni ef það er eitthvað sem við viljum ekki gleyma þó það hafi verið sárt og erfitt bara til þess að við getum miðlað í áfram af því miður þá mun alltaf koma einhverjir aðrir einstaklingar með svona áverka það hættir ekkert og það var eins og Ragnar sagði sjálfur, ég vil ekki fólk hætti eða verið hrætt við að fara út að leika sér þó að þetta hefur komið fyrir mig og þannig að já, en þetta á að vera eins svona skemmtileg bók eða skemmtilega minningar eins og hægt með aðstæður og þetta er bara svona hluti í mínu sorgarferli að skrifa þetta og að því mér reynist mér vel að skrifa mig frá góðu slæmu og hefur alltaf gert þannig að þetta verður áskorun en ég held að þetta verður líka rosalega gott fyrir mig og mína nánustu fjölskyldu og svo ráða þau sem sagt hvort að þetta verði gefið út að einhverju leyti og til hversu stórs hóps þá þetta, ég mun skrifa þetta inn í svona inn á vefsíðu þar sem að hægt að kaupa sérst rafræna bók ef að því verður og já, ég hlakka bara ég er búin að vera að undirbúa þetta, ég er búin að láta prenta út myndir og velja alls konar svona krútlegt til þess að setja í þessa orginalbók og ég er eiginlega bara orðin spennt að hefjast handa. Ég er búin að finna öll gögnin í tölvunni og það er allt bara tilbúið á desktopinu til þess að fara að skeyta þessu saman. Þannig að þetta verður sem sagt þessi 2 ár og 7 mánuðir sem hann lifði sem þessi einstaklingur. En auðvitað verður örugglega eitthvað smá forsa og eftirsaga í sambandi við það, en áherslan verður þar. Þannig að já, ég held að þetta verður bara mjög gott. Nú, þá er ég búin að segja eitthvað frá því og alveg fór út um mig öll. Ég átti alveg eftir að segja eitthvað frá því hvað datt í pokann. Og fyrst datt í pokann 3
votta okkur af Merino Extra Fine í þessum fallega lit með 37 af því að Hilmi vantar nýja peysu. Þau eru systkinin sem áttu gráa peysu sem að ég gerði pröfuprjónaði fyrir Hlínu sem var með, það voru tölur hérna niður og svona gatabekkur hérna framan og aftan á. Og ég held að hún hafi verið 6 mánaða þegar hún byrjaði að nota hana og hún var eins árs þegar hún var orðin eins og strengjabrúða í henni. Og Hilmir byrjaði örugglega fyrir að vera í henni og nú er hún bara orðið svo opaslega þreytt peysan og hún var tekin úr umferð þegar voru nánast daglega í henni bæði. Þannig að ég ætla að gera eitthvað svona í svipuðum dúr sem er þægilegt að skella þeim í. Stundum er gott að hafa einu svona, bara ef það er gott veður og hægt að henda þeim út í bíl í peysu eða þá undir út í gallan þegar maður er að fara út að sofa. Og svo hérna flóran, aukagatn í teppið, from Grandma with Love. Síðan er mér búið að dreyma að fá mér hitt Thiago settið með 4 tommu prjóna hausunum. Þess að styttri hausum. Já, 5. Og ég elska þessa prjóna. En gallinn við þá var að það munaði rosalega þessa 2,5 cm. Þetta eru 10 cm og hinir eru 12,5. Sérstaklega þegar maður að gera ermar og húfur. Og þetta er settið sem ég ætla að setja í teppi hérna frá Grandma with Love. Það er svo þægilegt að prjóna þetta í stuttum hring. Og ég er búin að smetla þess að þetta er komið í 10 litur klukkuprjónshúfuna. Það er komið eitt svona sett í hana. Og ég keypti bara með öllum prjóna stærðunum. Og ég bara, þetta er til í handprjóni Hafnarfirði og ég meiri segja fekk eina yndislega prjónasystur til þess að ég sá að hún hafi keypt út í Edinborg sitt sett og hún var svo yndislega að tékka því hvort að þetta væri ennþá til þar daginn eftir að því ég sá mynd hjá henni á Instagram og hafði samband, það var svo bíræfin sko þegar mann langar í eitthvað svona en það var bara allt uppselt og allt góð með það og síðan, og ég vissi að þetta var til í handprjón og ég bara hugsaði, nei, ég bara læti þetta eftir mér. Þó að ég hafi ekkert með það endilega að gera strax og þá gerði ég bara samt og sé ekkert eftir því. Þetta er bara, ég meina, kallinn er að fara í auka útlandaferð og auka veiðitúr án mín, þá er þetta bara peanuts með það. Þannig að ég er bara, nú er ég alveg bara rosa vel sett með prjóna og það skiptir mig óbáslega miklu máli að ef bara löngunin er svo sterk að ég þurfi að fitja upp á einhverju að ég eigi bara í það. Þurfi ekki að bíða hún til á morgun eða hinn til þess að rétta prjónum. Nú síðan hefur mig alltaf langað til þess að eignast garn eftir Nicole hjá Hue Logo í Arns. En það er þetta með flutningskostnaðinn og gengið og allt það. En núna var hún rakið augunni það á Facebook að hún er að létta á lager hjá sér. Hún segist svona alltaf oflita fyrir allar sýningar sem hún tekur þátt í og þó að þessi stutt á milli sýningar þá oflitar hún samt fyrir næstu þó hún hafi átt alveg ógeðslega mikið eftir hina, sko. Hún er allt svo hrædd að það sé ekki til nóg fyrir alla. Og þannig að hún var að létta á þeim byrðum og var bara með sjúklega góðan díl á þessu og ég bara gat ekki sleppt í þetta skipti og ég meiri segja, ég fór svo ótrúlega langt út fyrir ramman. Ég er ekki mikil singulskona, semst einst þráða, en ég er alltaf að sjá það betur og betur það sérstaklega sko með móhair eða einhverjum öðru að þá er það geggja. Og í sjöl. En mér finnst það rosa skrítið svona einfalt bara í peysur eða svo leis. En hún sérst var með þetta og hún var svo reyndar líka með seinna, þú veist, einhverju daga eftir þá var hún með DK og svona hefðbundi sokkagat blandað eða 100% Merino.
svona 3-4 þráða, en ég gat ekkert beðið eftir því og þetta voru svona blandi pókar, 3 hespur í póka og þú gast sendinni skilaboð með svona hvað þú vildir alls ekki eða hvað þú vildir, en ég vildi bara láta koma mér á óvart. Og þannig að í fyrri pókanum voru 3 hespur, ein þeirra alls ekki helguleg en óbúslega falleg. Þetta sem sagt basinn, eða sem sagt grunnurinn heitir bokkasokk og þetta 100% súpur og Smirnó, 1 þráða með háum snúningi og það eru 400 jardar í 100 grömmunum. Og það þessi hérna sem ekki, sem að ég bara klæði mig ekki blátt, en mér finnst það óbúslega fallegir. Og ég ætla samt að nota hann, af því ég get nota hann með ykkur öðru þannig að hann sé kannski ekki alveg hérna upp í andlitinu á mér. Þessi hérna heitir Harbor og hann með svona þessum tíl, grænbláa lit og svo kom alveg mínir brúnu tónar hérna í þetta líka. Og þessir heitir Act Natural, þessi blái. Og hann svolítið mikið frekknóttur líka. Og með svona orange blæ. Og With Age heitir þessi. Og það aftur þetta tíl, það þessi sjáarblái sem að bindur þá saman í settinu. Svo hitt setti mjög helgulegt. Það þetta hérna. Og þetta bara sami grunnur og alltaf hérna bokkasokk. Þetta Moss. Óbúslega fallega grænn. Linda sér þann. Flower Child. Ég þetta Flower Child. Og ég sé kannski ekki svona mikið rosa neonbleika þá, þú veist það gulur grænn og þetta verður ræði. Og svo hérna Rose Hip. Svona burgundi rauð rós. Svona helitað. Þannig að ég á Hugh Logo. Blómaland. Og ég held að ég með flutning og virðisauka og öllu, hún skrifaði reyndar bara utan á hérna pakninguna að þetta veri $15 að virði, þannig að tollurinn var alls ekki í samræmi við hvað ég borgaði fyrir þetta. En fyrir þessar 6 hespur, ég man ekkert hvað það var mikið, því ég átti inni pening á PayPal-reikningnum, þannig að það kom þú veist, mismunurinn sem ég átti inni og það sem að ég fekk tilkynningu svo í SMS-i frá Borgun var ekki í samræmi við það sem þetta kostaði. En þetta var allavega, sem sagt, þetta var ekki dýrara, þetta var ódýrara heldur en ef ég hefði bara keypt þetta allt hérna. Ef einhver væri að selja Hugh Logo hér. Þannig að þetta það sem datt í pokann. Það var bara óvenju svona mikið sem að kom núna. Og ég held að þetta séu fyrstu garnkaup ársins. Held það, ég ekki viss. Segjum það, hljóma vel. Nú varandi töskurnar, það orðið mjög fátt fína drætti. Það samt eitthvað inni á vefsíðunni handverkhelgu.com. Á föstudaginn fer hún í sumarfrí og ég veit ekkert hvað mun standa lengi, það bara fer eftir veðrum og vindum. Það verður sem sagt hægt að skoða þar inni en það verður ekki hægt að ganga frá kaupum þar. En ég bara að gera þetta af því það bæði svo lítið inn á henni og ég þarf að borga fyrir reksturinn á vefsíðunni í hverju mánuði og hérna með því að hafa hana í fríi þá helmingast það gjald. Og hérna, en ég verði náttúrulega, læksíðan alltaf þar sem hún og það alltaf hægt að hafa samband við mig þar og kaupa þar í gegn, svona eins og fyrirkomulagi sem ég var með. Og þá bara annarkvort hægt að segja, þú veist, fiskataskan eða kanínutaskan eða taka skjáskota inn á vefsíðunni af töskunni sem að eitthvað langar eignast og svo græjum við þar bara í gegnum spjallið á læksíðunni verkefni Töskur Helgu. Þannig að
það verður ekkert mál, en ég bara svona að gera þetta til þess að spara mér smá aur og meðan að það lítill lager þarna inni. Svo fer maður í eitthvað stuð með haustinu. Ég ekki búin að gera upp fyrir mig endilega hvort ég verið með í gattgöngunni sem söluaðili, það var að koma í ljós. Bara svona sjá hvernig fyrirpartur sumars verður. Næsti þáttur verður einhvern tímann á milli 16. og 19. apríl bara, og ég ætla að reyna að taka svona upp skot hér og þar í þessu fríi, og svona sérstaklega ef ég að gera eitthvað skemmtilegt mér verður áorkast eitthvað hérna í verkefnunum. Annars já, verður þarna í upphafi páska vonandi kemur eitthvað frá mig þá. En ég held bara að þetta sé orðið þrusgott í bili, og ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu vikna, og við sjáumst fljótlega. Takk fyrir og bless bless. Hæ, ég aftur. Ég gleymdi, ég ætlaði að segja ykkur frá kaffibollanum sem ég var með. En ég með bollablæti, ef svo má segja. Mér finnst rosalega gaman að eiga alls konar ólíka bolla, og múmínbollarnir, hann Hilmir, þetta sérst vinnulaunin mín, ég fæ cirka 1 bolla á mánuði, og mér finnst það algjör stæði. En þetta sérst bollin sem ég var með í morgun, og hann glerjaður úr, að hluta úr leir og úr Súlunessi Melasveit, þar sem maður minn kemur. Og nú hún meira að segja að byrja að brenna sjálfan leirinn, gera bolla á svona úr honum, þannig að við höfum eftir að fá okkur fleiri svoleiðis. Og þetta úr leirbakaríinu sem hérna á Suðurgötu á Akranesi, og þær heita Kolla og Maja sem að reka það gallerí, ótrúlega fallegir og flotti munir, og þetta var sérst hluti af svona bollasýningu hjá þeim. Þessi bolli, frá Súlunesbollin, og svo Íslandsbollin. Hann eftir Kollu, söngsystur mína, og ég keypti hann á sýningunni, mjög helgulegt. Og þessi var líka á sýningunni, og hann eftir Maju. Svo þegar ég fór að sækja bollana í gær því að sýningunni var lokið, fekk mér 2 í viðbót. Þetta sérst ófærðarbollin. Þetta innblásið af þeirri þáttaröð. Það er svo smart, glerungurinn, hann svo þykkur. Neðst. Og bara ógeðslega fallegt. Elska að drekka svona fallegum bollum. Svo fekk ég mér annan svona eftir Kollu sem ekki með haldi. Mér finnst þið rosa þægilegir. Og þau hafa oft séð mig með þessa hérna. Svo þriðji í þvotti. Þannig og fyrst ég að þessu annað borð. Þetta hérna sett gert úr kaffikorg. Sérst endurunnin bollar frá Þýskalandi sem ég eignaðist einu sinni. Þannig að mér langaði bara að segja ykkur frá því. Og mæli með að þið farið, ef þið eigi leið hérna, farið í Baldvinsnótru, skoðið gatnið og farið svo í leirbakaríið og fá okkur kaffibolla eða eitthvað annað fallegt. Sjáumst!